eins og ég nefnum dæmi með Guðbrand, mér finnst bara að vera mannvonska. Mér finnst þetta bara mannvonska og ef þú sér eitthvað göfugt við þetta, skilurðu, þá er eitthvað að þér, skilurðu. Þetta er bara, mér finnst þetta bara mannvonska, mér finnst þetta bara ljótt. Ég bara skil ekki, til dæmis eins og þegar ég var hérna í forsetaframboði, ég var endalaust spurður sko ástandið á Gaza. Hvað ætlar, ef þú verður forseti, hvað ætlar að gera? Hvað ætlar ég að gera í þessu? Ég ekkert, prófessor í menntavísindum við Háskóla Íslands, vera að tala stráka í sjónvarpinu og hún var bara basically að segja að þeir væru heimskir. Þetta var bara, og henni fannst það bara í góðu lagi. Útvarpsþáttur, bæti var bara vinsæll útvarpsþáttur, þess að talaði með vörubílstjóra sem er bara keiripstar. Mér finnst það snill. Ég nefnilega sko svona almenningsálit almennt sko. Ég var að segja við í morgun, þá var ég að hlusta á Beatið og þar var Jókvan sem er náttúrulega Færeyingur. Já. Þú varst að tala hvað þú værir ánægður með Færeyjar. Já. Og þar var verið að tala sko hvalveiðar. Já. Og Jókvan var sem sagt að hrósa happi yfir því að þessar ungu stelpur sem að fóru upp í hvalveiðiskipið hjá Hval EHF að þær hafi verið sektaðar. Þannig að hugsaði, gott á ykkur. Og ég hugsaði sko, og þannig voru þau 4. Það var, ég held að vera Einar Bárðar og Lilja og Heimir. Já. Þau voru að tala það hvað það væri frábært að hvalveiðar væru bara í rauninni til. Já. Og hvað væri mikilvægt að nýta þessar stoðir. Já. Og ég hugsaði sko að umræðan þetta ásamt svo mörgu öðru hefur breyst svo mikið. Já, einmitt. Sko, mennaru, sko, já, svona hluti sem að, sko, hefur verið erfitt að ræða, sko, og það er með mörg mál, sko, og líka kannski ástæða þess að mjög margt fólk bara nennir ekki að blanda sér í það, sko, vegna þess að, sko, stundum er þetta að tala einhverja hluti og þetta á líka við svolítið grín í ákveðnu samhengi. Sko að þú ert að tala við fólk eitthvað og allt í einu áttar á því að fólki eins og þú talaði komið mikið tilfinningalegt uppnám út af sem sagt því sem er verið að tala og sem sagt sko og eins og með sko velferð dýra til dæmis að það sko og bara líka sko svona ákveðna tvöfeldni í þessu vegna þess að sko við étum dýr meira og minna sko og við ræktum dýr til átu og við erum ofsalega að passa sem við reynum að gera það þannig að þau verði fyrir sem minnstum óþægindum af því skilur en þetta er ekki sem sagt þau eru ekki born to be wild neitt sko og síðan öðru hvoru kemur upp eitthvað það sem er sem sagt ekki alveg verið að fara okkur finnst nægilega vel með dýrin en síðan sko það blossar líka allt upp reiði sko þú veist saman þótt að fólk sé að borða dýr og neyta dýra við höfum alltaf verið í þessum svona 2 ásum sem þú þarft einhvern veginn að stika þig á sért annarkvort sko alveg 100% í öllu þínu en meina fólk sem að borðar dýr og jafnvel hrossakjöt var alveg reitt yfir því þegar það var verið að níða hrossin á þessum bæjum sem voru blóðmerahaldi einmitt, nákvæmlega og það sko sem sagt svona mikil tilfinningatenging og þú sér til dæmis líka bara oft sko til dæmis eins og í Bandaríkjunum og svona gagvart sko meðferð dýra að það er fólk bara skilur sem er bara að gráta sko bara stendur bara út á götu bara hágrátandi skilur út af þessu en eins og með hvalveiðar og bara veiðar á villtum dýrum sko því nú var ég mikill veiðimaður ég var nú samt eins og ég segi sko ég var nú aðalega að bregða hræða og særa ég sérhæði mig því sem veiðimaður en til dæmis
fór gjarnan til mér á svartfugls veiðar og Það var ótrúlega gott kjöt. já, og bara bara mér fannst það bara mjög gaman svo svona nefndi ég sig ekki en og þá varð ég stundum var við sko bara fekk ég mjög sérkennileg viðbrögð frá fólki ég man eftir sko nokkurum tilvikum þar sem sagt vorum að koma að landi sko að einhverju bryggju báti með fullt af fugli og það var eitthvað fólk sko og sem brást mjög illa við fylljaði upp á nefið og ég var spurður finnst þér gaman að drepa sagði einhver bara og já, af hverju að gera þetta eitthvað svona ég sagði bara veða svartfugl og bara þetta bara gaman sko finnst þér gaman að drepa ég man til þess bara finnst þér gaman að drepa ég sagði ok og þetta var manneska skilur sem að bara klæði sér sjálf og keyri bíl og allt svoleiðis skilur og er með kreditkort og svona og ég bara já mitt sem sagt sko og fekk sér skilur potið egg og bacon eða eitthvað morgun skilur bara þetta svona einhvern veginn en ég er betri ég geri það en ég glæst ekki yfir því skilur og bara einhvern veginn og þessi sko svona fyrirlitning á leikgleði mér finnst það líka bara svona þetta er svona, þú veist að það er ekki að taka þig alvarlega skilur og þú veist ég hef þetta með sko þú veist alla ævi fundist gaman þú veist bulla og eitthvað svona, þú veist segja eitthvað svona fyndið skilur, ég menna þú veist eins og krakkandi mínir þekkja skilur, þú veist ég segi einhvern veginn alltaf gennum tíðina sko þegar þau er náttúrulega öll ánum fullorðið fólk en að segja eitthvað já, ég held ég sé að verða veikur já, aumingjar halda alltaf að þið sé að verða veikir og og ég er svo þreytt já, letingjar eru alltaf þreyttir þú veist, ég er bara eitthvað svona og síðan þú veist eins og með konuna mína skilur ég hef sagt sko þú veist eitthvað hún hafi verið bara verið á kójufyllir í eitthvað skilur hún kemur ekki einhver stór og fólk spyr já hvað er jóka og eitthvað svona bara hún er búin að vera bara alltaf full bara uppfyllir í sko og ég trúir ekki og bara og enda ofta að segja þú getur tekið konun og kópói sko, þú tekur ekki kópó og konunni sko, eitthvað svona og Brynjar Níelsson geða það saman hann djókar með konuna sína já Ert þú Brynjar Níelsson, sko ég var að hugsa í morgun og ég er ekki grínast þú ert Brynjar Níelsson Viðreisnar já, ok og ástæðan er sú að þú ert með miklu frjálsara spil ég er búin að vera að huga að því sko hvernig þú hefur verið sérstaklega sko eftir að Viðreisn komst í ríkisstjórn að þá hefur þú haft miklu frjálsara spil til dæmis að tala svona hvað ég segja þvert á flokkslínur þú talar svona ákveðna svona frjálshyggju ert svona velt upp spurningum sem að ég held að kannski aðrir hafa ekki frjáls spil til þess að gera Brynjar Níelsson hefur alltaf verið þessi einstaklingur í Sjálfstæðisflokknum að segja bara, heyrðu, nei, mér finnst nú bara ríkisstjórnin sem að ég á samt að vera sko tilherra einhverju leiti verandi í ríkisstjórnarflokknum að mér finnst þetta bara að vera della og þá var oftast eitthvað sem að kom frá sko VG, það var líka ákveðin strategi því að Brynjar Níelsson gat svona mynd kjósendur Sjálfstæðisflokksins á að þetta er örugglega frá VG já, einmitt, jú, sko Er slegið á puttana þennan, einhvern tímann? Já. Nei, sko nei, þú veist, sko, það er bara að setja mitt út í ógnarnum og gera bara svo vilt gera og segja svo vilt en þú veist en kona mín sagði við mig sko, þegar ég byrjaði á Alþingi þú veist, hún sagði nú þarf þetta þú verður að passa þig að hætta þessu bulli sko,
af því ég geri þetta alltaf, skilur, ég er þú veist, ég segi, þú veist, fólk segja, já, blessaður, hvað segirðu? Allt svona þokkalegt, sko, nú er eitthvað að, já, getur verið sem er inngróna tánögl, en þetta er eitthvað sem maður bara lifir með, sko, fólk, svona eitthvað, og hún sagði að þú voru að hætta þessu öllu, að því að, þú veist, bæði, þú veist, getur fólk miskilið þetta, og síðan væru hugsalega einhverjir sem að, og þú veist alveg að fólk hefur notað þetta gegn þér, sko, já, hann er bara að passa þig á þessu, þannig að, þú veist, það er líka bara þessi svona húmor, sko, en enda er Brynjar ekki á þingi. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Nei, það er enda rétt. Já. K.O. og hann. Ég sko, ástæðan fyrir því ég vildi fá þig var grein sem hún skrifaðir sem heitir Menn og Mís eða Mís og menn annarkvort. John Steinbeck tilvísun í Of Mice and Men. Akkurat, já. Og þar ertu að fjalla mál Guðbrands Einarssonar. Já. Þar sem að þér þykir bara svolítið sérkennilegt hvernig mál hans þróaðist eftir að hann gerðist sekur hugsanaglæp fyrir 12 árum. Og ég hef verið að fjalla þetta hérna líka. Já, einmitt. Og hef verið sammálað þessu. Já. Og ég er búin að vera að fjalla sammála menn eru þessum sem ég er að segja. Já. Mér hefur fundist þetta vera mjög undarlegt. Já. Hvernig að þessu var staðið. Já. Og þetta hefur verið með svona mörg svona mál þar sem að við einhvern veginn bara svona já, heyrðu, þetta kemur upp og við verðum að grípa til aðgerða áður en að við getum einhvern veginn gert okkur grein fyrir því hvert raunverulega málið er og svo einhvern veginn erum búin að taka ákvörðun og þá allt í einu þetta var kannski svolítið skrítið horfandi í baksýnisspegilinn. Já, sko, hver er ávinningurinn? Ég bara sko, ég hef svo oft verið í þeirri stöðu að ég hef þurft að taka erfiða ákvörðun bæði varðandi mig persónlega, fjölskyldu mína eða frama eða sko hver eru kostur og gallar og hver er ávinningurinn og hver er áhættan og maður þarf líka bara að meta það bara eins og veðja, skilur hvað mér finnst líka, þú veist ég er ekkert að eins og ég segi í greininni, skilur ég hef enga sko persónulega reynslu af vændi ég ég hef svona litislíkt ákveðnu hornauga og mér hefur fundist þetta svona einhvern svona andlegu dauði og einhvern veginn einhver svona einmannaleiki, eymd og mannleg þjáning og andlegu dauði en síðan þú veist veit ég ekkert það ég hef þú veist, ég hef starfað ég starfaði við sko svona fíknimeðferðar stöð í Svíþjóð í Norður Svíþjóð og þar var sem sagt þessi meðferðarstöð hafði gert samning við Stokkólm og þangað komu stundum sem sagt konur frá Stokkhólmi sem voru að brjótast út úr fíkn og vændi þannig að ég kynntist ég talaði við þær og kynntist þessu og svona á þann hátt sko en ok, og svo erum við með eitthvað þú veist, við erum með einhverja reglur skilur, við setjum okkur einhverja reglur í samfélaginu bara
við ákvaðum að það megi ekki gera svona eða hins eða eitthvað hann og þá það bara reglan. En höfum við sett okkur reglur í þessu til dæmis? Já, þessum dæmi, sko. Jú, sko, sem sagt, sko Ég veit að til einhver lagarammi já, sem en sagt, reglurnar eru ekkert svakalega skýrar. sko, það er þannig að við sko, það er talað að við förum sem sagt í gagvart vændi sem sagt að þá förum við hinn að skandinavísku leið sagt, en Sænska leiðin. þetta er þetta er Svíþjóð og Noregur sem er með þess að Finnland og Danmörkur með öðruvísi kerfi sko. Þannig að sko það erum við, Svíþjóð, Noregur og Frakkland sem erum með held ég þessa það er að segja að vændi sem það er bannað að kaupa vændi en þú mátt selja vændi en þú mátt ekki auglýsa það Og ekki hugsa það. Mátt ekki, nei en sko sem sagt sko, en mér finnst það svo umhugsunarvert skilurðu, þegar sko ok, ég ger eitthvað að mér og segjum sko að ég steli einhverju frá þér og ég sýni viðtali og svo uppgötar það þegar ég er farin að veskið þetta er horfið og skömmu síðar farið tilkynning að það hafi verið tekin út 300.000 kall í hraðbanka og af kortinu þínu og Fæ mynda Jóni Gnarr í hraðbanka. Já, og ég er handtekinn ég þarf að greiða skaðabætur og hugsanlega taka út einhver dóm og það er eitthvað svona ferli skilur við og því líkur og síðan get ég jafnvel komið hérna og beðið fyrirgefningar ég bara sagt, veistu, ég var bara í algjöru rugli þarna á þessum tíma og ég var bara desperat og Skeitt. Já, bara algjörlega og þú myndir segja bara ekki máli kallinn minn bara ég veit ekki við þig og og þú veist en sko sem sagt sko mér finn ég vissi til dæmis ekki varðandi svona brotum með þetta svona þú veist ég bara hugsa oft sko ég sá bara einhverju frétt leigubílstjóri eins og ég tala sko leigubílstjóri sem fekk ekki endurnýja leyfi sitt af því að 12 árum áður það sem sagt reglulega, já, sem sagt átt viðskipti við vændiskonu og hlótu dóm fyrir það og ég hugsaði, ok, en er þetta að taka vinnuna er það ekki einhvern veginn líka stjórnarskráin, segir hún ekki að mig ekki sem sagt sviftaði lífsviðurverðinu en ég er bara ekki nógu lögfróður til þess að vita það alveg Nei. Ef við höldum okkur samt það er með náttúrulega skjöldinir inni með hennan heimspekilega punkt sko já. Og þú varst að tala áðan sko ávinningin og mér finnst það svo áhugavert því að sko erum við á betri stað út af því að Guðbrandur Einarsson er ekki í vinnu og svo var sagt mér, ég var að tala við Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur í gær sem er kynjafræðingur kennari og hún var að segja Jón olli mér svo miklum vonbrigðum út af þessum pislaskrifum og þá hugsa ég svona ok, en þá erum við raunin að biðja Jón að ljúga til afstöðu sína til einhverja mála eða bara að þegja yfir því og fremja ekki hugsunar glæp sko. Nákvæmlega, og það við erum svo litið á þeim stað og það sem er svo sérstakt við þetta er út af því að við tölum ávinning og við tölum reglur að þú varst líka í viðtali svo við fléttum það líka inn í þetta á samstöðuna svo varst með Guðný S. Bjarnadóttur og ég skynjaði ákveðna hræðslu bæði á þér, henni og Gunnari Smára út af því að Gunnar Smári gerir sér grein fyrir því að ef hann er einhvern veginn ekki nægilega mikið á móti þér að þá verði hann ásakar að vera gerenda meðvirkur ef að þú sem alþingismaður ert komin þarna og ert ferð einhvern veginn að feta vittlausan veg og veltir upp jafnvel bara röngum spurningum eins og gerðir í þessum pislaskrifum að þá verður þú náttúrulega og Viðreisn einhvern veginn bendla við það að vera gerenda meðvirk en ef að líka sko Guðný myndi koma til með að segja hann tók ábyrgð með því að gera þetta og þar af leiðandi
ætti hann að eiga uppreist æru eftir 4 ár frá Alþingis eða getur komið inn í næstu kosningar eða eitthvað þannig að þá hún líka að setja sig í hættu gagnvart öllum þeim hópi sem inn í þessari kreðsu þannig að einhverju leyti sko svona nauðsynleg forsenda fyrir því kerfi sem við erum búin að skapa í kringum þennan málaflokk ótti og við verðum að vera hrædd það bara stóra málið það er bleiki fíllinn í þessu öllu saman, það ótti og allir þurfa að vera hræddir, sama hvað afstöðu þú ert með í þessu sko já, og sko og annað sem að sem sagt ótti fyrir mér sem sagt andstaðan við kærleik sem sagt það engin ótti í kærleikur ástand án ótta ótti ástand án kærleika og þar fer fólk að rugla saman til dæmis kærleika og meðumkun það að einhvern veginn vorkenna einhverjum sé einhvern veginn sem sagt það að sem sagt finnast vænt einhvern, það ekki þannig sem sagt og líka bara varðandi sko það að geta talað hluti á sem sagt einhvern hátt þannig að sko sem sagt að við byggjum ekki bara allt einhvern veginn á sem sagt persónulegu mati ólíkar einstaklinga af því að þegar þú ert komin með einhvern veginn þannig sem sagt sko þá verður allt svo óljóst og sko og það gerir þessa umræðu til dæmis eins og ég þú veist, ég hef alla ævi sko tel mig búin að virkan þáttakanda í jafnréttis og mannréttindabaráttu á Íslandi bara að allar manneskjur jafnan rétt reynt að berjast gegn mismunun stutt við jaðarsetta hópa tekið þátt í kvenréttindabaráttu og bara með verkum mínum og það vita allir sem vilja vita og ég ætla ekki að telja upp einhver afrekið því en síðan skrifa eitthvað svona pistil sem er ekki brútal eða neitt þú veist, hann ég er bara að velta upp spurningu ég er bara að velta upp spurningu neina dóma á neinu sko. og allt sem að ég hef gert áður farið já. Nú bara, sem sagt, ég á ekkert inni sem sagt, ekki neitt sem sagt, það sem að ég hef gert í verki í alls konar það ekki til vegna þess að sem sagt, þetta tilfinningaleg viðbrögð, það vonbrigði og ég sá þetta líka í einhverjum peisli bara mikil vonbrigði og sem sagt sko og þetta líka svona gerir líka bara umræðu oft svo flókna. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Já, svo ég ætla að skjóta inni út af því ég held að þessi kerfislegu vandi út af því að við horfum bara á taflborðið eins og það horfir við mér núna þegar þú ert að segja þetta. Það sko, ef við horfum út frá sem sagt, þeir sem að gagnrýna þig og segir út af því að hann náttúrulega ekki sko, punkturinn líka alltaf sá sko, það ekki tekist á við það sem þú ert að segja. Heldur sko Jón Gnarr vonbrigði. Já, einmitt, já. Svona bara yfirfæra þetta yfir sko að Jón Gnarr, ok, hann á ekkert inni en hann vonbrigði. Einmitt. Og það sem ég svo sérstætt í þessu, ef við horfum líka á taflborðið í þessu, sko að þeir sem eru að berjast í þessum málaflokk þurfa í rauninni að passa upp á það að vera einmitt ekki að taka inn í jöfnuna að þú hafi verið að berjast fyrir jafnréttismálum.
því ef einhver pislaskrif gegn þínum skrifum myndu hefjast á því bara nú Jón Gnarr búinn að vera að berjast fyrir þessu, þá það strax orðið eitthvað sem orðið varhuga. Ertu að bera blak á það sem að hann að segja hérna í þessum pisli? Einmitt. Það gengur ekki upp. Þannig að sko, það þessi ótti við Samherja sem ég held að sé mikilvægast að breyta í þessu, að fólk þarf sko að vera hrætt við aðra sem í baráttunni út af því að þú vilt ekki vera álitinn sem gerendameðvirkur með því að segja að við eigum að vega inn í það að Jón Gnarr var hérna á Pride sem borgarstjóri í fullum skrúða til þess að vekja athygli á baráttu samkynhneigðra. Nei, út af því að hann sagði komið hennar pistil hérna. Já, sem sagt sko þú átti ekkert inni og það er svo sérstætt sko, sem sagt sko hérna, og það líka ástæðan fyrir því hún náttúrulega fyrst og fremst ótti sko, vegna þess að það gís upp ótti og við mig sem sagt og þannig að sko ég held að sé ekki ótti við þig. Ég held að sé ekki ótti við þig. Ég held að sé ótti, nei. Ég held að eins og ég nefnum punkt, ég held að sé ótti við Samherjann. Ég held að sé ótti við þá sem eru með þér í baráttunni, sem að gætu orðið þess áskynja að þau séu að réttlæta þínar gjörðir með þessum pistli, með því að færa rök fyrir því að þú ert almennt séð, þó svo að þú hafi verið misstigið þarna, að þú ert almennt séð góð manneskja. Nei, Jón Gnarr akkurat í dag verður að vera sú vonda manneskja sem að við teljum hann vera undir formörkjum þessa hérna pistils. Þannig að það miklu, ég held að fólk alveg saman þig í þessu sko. Ég held að sé óttinn við Samherjann. Já, ég skil stundum ekki sko og sömum finnst að sko jafnvel verið einhvers konar sko einhver speki eða greindarmerki stundum. Ég bara skil ekki, til dæmis eins og þegar ég var hérna í forsetaframboði, ég var endalaust spurður sko ástandið á Gaza og ég var sem sagt sko hvað ætlar, ef þú verður forseti, hvað ætlar að gera í þessu og hérna hvað ætlar ég að gera í þessu? Ekkert, hérna eða þú veist hvað og þarna ertu að tala um mál sem sem sagt mjög öfveldlega mikla tilfinningar sem sagt og sko raunveruleikinn og ég veit ekki hvort að ég sko til dæmis ég fór nú hérna í þetta viðtal sem sagt í þeirri trú að ég væri að fara að tala við aðra mannesku sko sem hafði skrifað þannig að samstöðinni samstöðinni og hérna sem sagt ég var ekki upplýstur það fyrir bara byrjaði í rauninni viðtalið að þarna var önnur manneska þannig ég var ekki sem sagt undirbúin ég ætlaði málefnalega að svara því sem hinn manneskjan hafði sagt þannig að ég var einhvern veginn en samt einhvern veginn var þetta bara og svo ég bara líka einhvern veginn sko hérna raunveruleikinn sem sagt núið sem sagt þetta ástand sem við erum í núna sko og mér finnst mjög mikilvægt að við áttum okkur á því öllum stundum að svona reglulega minnum okkur á að við erum hérna núna og að því voru að segja þú veist hver ávinningurinn og hvað svona til mér eins og ég nefni til mér eins og sko þegar ég kem inn í pólitík og það búið að vera ljóst alveg frá upphafi og ég hef sagt að mér langar svona að vinna að málefnum barna, ungmenna þetta sem kallaði drengir og stúlkur og fjölþættur vandi bara krakkar og fjölþættir bara spari orði verið alls konar þetta bara krakkar í alls konar vesinni og mér langar að hjálpa til þess að ég sjálfur verið í alls konar vesinni og mér langar að þú veist hérna að bæta stöðu þeirra já. Og sko þú veist, ég kom inn á barna og unglingageðdeild og Dalbrautir í 30 ára ég þar til eftirlits og skoðunar og rannsókna ég greindur misþroska
skilur, sem að var bara drullu þungur dómur sko á þeim tíma og fyrir foreldra mína sem voru bara ómentað eða þú veist bara verkafólk alþýðufólk óskólagengið, þau voru ekki ómentuð en þau voru óskólagengin, þá lögðu þau líka ákveðin skilning í þetta og ég hef farið svona nokkuð svolítið holótta leið, það að segja svona fram yfir fram að tvítugu þegar ég fer svona ná að rétta úr kútnum og svona og mér langar til þess að svona nýta mína reynslu og líka mína stöðu til þess að hafa áhrif á þessi mál. Síðan æxlast það þannig að ráðuneyti þessa málaflokks í höndum annars flokks sem flokkur fólksins sem fer með málefni barnamála og þar tekur við ráðuneytin ráðherra Ásthildur Lóa sem að ég þekki lítið og en ég fer strax á hennar fund og lýsi yfir áhuga mínum á því að vinna þessum málum og þetta sé svona það sem mér langi til að gera og við byrjum að vinna þú veist, ég að fara að hitta fólk og það verður að skoða hvað þetta að gera hvernig þarf að gera það og hvernig best að gera það og svo framvegis og þetta að vinna svona vinnu bara eins og allt annað og fólk fattar það ekki held ég, þú veist, eins og bara í pólitík eða stjórnsýslu, það byggir rosalega mikið á trausti, virðingu og að þekkja fólk skilur vegna þess að sko, tekur bara tíma byggja svolítið upp og það jarðvegurinn sem þú þarft að hafa til þess að búa til góða hluti og við erum bara komin svolítið af staði eins og ég sáttur, misjaflega sáttur skilur, ég var að til dæmis lagði mikla áherslu á að taka þarna ákveð hús í Skagafirði Háholt, nota það sem einhvert úrræði fyrir stráka af því að það til dæmis bara stór vandamál, það hefur ekki verið neitt langtíma úrræði fyrir stráka í alvarlegri fíkniefnaneyslu á Íslandi, ekki neitt og fólk nauðbegt til þess að fara til útlanda með börnin sín og mér finnst þetta algjörlega óásættanlegt en við erum með langtíma úrræði fyrir stelpur, Bjargey í Eyjafirði sem var áður Laugaland og var áður Varpholt, ég þekki þetta allt saman vegna þess að þú veist ég var einn af þessum krökkum og ég var að vinna við þetta árum saman þannig að þegar fólk að segja við mig já, þú veist, en það hérna Bjarg og ég veit allt um það, ég veit ekki Bjarg veist, og maður verður að passa sig líka eiga samstarf við fólk svona mikilvæg mál að fara varlega, gæta orða sinna, sína virðingu skiluru og allt það og ég vandaði mig við það skilur, ég var svolítið ákveðin þetta með Háholt, þú veist, ég bara lagði áherslu á þetta og svona og en skilur allt í vinsemd og virðingu heyrðu, síðan kemur sem sagt fundur þar sem að okkur tilkynnt að þessi ráðherra, Ásthildur Lóa muni sem sagt klukkutíma síðar í fréttum Ríkisútvarpsins segja af sér fyrir ástæður sem að ég skildi ekki þá ég náði þess ekki sko Skilur þetta núna? Sko, hvað þetta var? Já, skilur þú finnst þér þetta hafa verið eðlileg niðurstaða? Sko, ég meta ekki vegna þess að það svo auðvelt að segja eitthvað sem þú þarft ekki að taka ákvörðun. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færð hann.
Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Vegna þessa, af því að þú hefur þau forréttindi að sjá raunveruleikan eins og þú vilt, skilur, en þegar þú berð ábyrgðina þá þarf það að sjá raunveruleikan eins og hann og það það sem að greinir á milli og fólk sem að þarf ekkert að taka neina ábyrgð, það getur bara sagt það sem það vill. Getur að byrja podcast til dæmis? Nei, en ég met það ekki, en hún segir af sér ráðherra barna og menntamála. Já. Og hérna út af einhverju sem gerist, hvað mörg ár sem þetta gerðist, manstu það? Það eru hún 22, ég veit ekki hversu 30-40 ára eitthvað. Já, eitthvað sem gerðist fyrir, já. En klikki var náttúrulega samt þegar hún fer náttúrulega heim til manneskjunnar, sem að reyndar hún segir svo í kjölfarið á samstöðinni, sagði hún svo hún hafi fengið heimboð. Þetta eitthvað en allavega. Þetta eitthvað sem maður veit ekki skilur. Þetta ekki raunverulegt. Þetta ekki að gerast núna. En málin sem að ég var að vinna með og sem byggðust svo mikið á því að ég var búin að byggja upp samband við hana sem byggðist á gagnkvæmri virðingu, það var bara fullt af dóti sem hrundi þar, skilur. Datt bara sjálft sig og skilur, hún brotin manneskja, þú veist, bara opinberlega niðurlægð, hún stigur til hliðar, skilur, út af einhverju sem gerðist fyrir 40 árum og var þetta að skila einhverju fyrir börn sem eru núna, bara nákvæmlega núna í svakalega erfiðri stöðu, lífshættulegri stöðu, nei, þetta var ekki að gera neitt fyrir þau, en fyrir, þú veist, einhvað, skilurðu, hérna, sem sagt, vá, þetta hérna, þú veist, vá, bara tók svo mikla ábyrgð, skilurðu, og ég bara, ok, hérna, sem sagt, en krakkarnir, skilurðu, hérna, úrræðin sem voru bara komin á byrjunarreit, skilurðu, en þess að ráðherrann var farinn, svo kemur nýr ráðherra sem að var bara alls ekki inn í málum og þurfti síðan bara að stiga frá sökum veikinda, skilurðu. Og svo enn nýr. Já. Þú veist, þetta sá ég skýrt hérna þegar ég tók við rekstri Reykjavíkurborgar, sem sagt, og að mikilvægasta sem að ég gat gert fyrir hérna Reykjavíkurborg var að koma á pólitískum stöðugleika, þannig að það gæti verið, sem sagt, hægt að vinna málum, sem sagt, frá upphafi til enda, en ekki alltaf vera, skilur, byrja upp á nýtt með nýjum borgarmeiri hluta, og þetta bara skiptir stóru máli, og mér finnst þetta, eins og ég segi, skilur, mér finnst þetta bara fyrst og fremst sorglegt, skilur. Þetta bara óþolandi, þú ert að kjarna mjög vel mína gagnrýni á réttrúnaðinn heilt yfir. Já. Út af því að fórnarkostnaðurinn, bara eins og innan stjórnsýslu, nákvæmlega þessi. Já. Að þegar við erum einhvern veginn að klappa okkur á bakið fyrir það að vera rosa rétt sín gagnvart fortíðinni, Einmitt. Og einhvern veginn að yfirfæra hana yfir á nútíman og klappa okkur á bakið fyrir það að vera góðar manneskjur í dag undir þeim formerkjum hvað við getum gagnrýnt fortíðina og einmitt kjöldreið fólk einmitt svona í dagsljósið og segja sjáu þið hvernig þessi manneskja var hérna fyrir 40 árum. Já. Ég hef í rauninni bara ekkert að gera við þessar upplýsingar, en vandinn líka sá
að óskilvirkni náttúrulega stjórnsýslu verður náttúrulega gríðarlega mikil út af því að ekki bara eru sko ákvarðanirnar að verða fyrir tjóni út af þessu, heldur líka hefur þetta bara menningarleg áhrif innan allra stjórnsýslunar, þar sem að fólk að taka verri ákvarðanir í dag út af því að það þarf að passa upp á einhvern veginn rétta sín hvers og eins aftur og bak aftur í tíman. Og það sem annað í þessu sko, og þetta versta, að það krefst ekki meinfýsni neinnar mannesku. Út af því að þú talar að taka ábyrgð, það eitt ótrúlega áhugavert í þessu viðtali sem við vorum að tala um á samstöðunni, þar sem að Guðný S. Bjarnadóttir segir einmitt sko, eða þú spyrð finnst þér Ásthildur Lóa og Guðbrandur Einarsson hafa tekið ábyrgð og þau sögðu störfu sínu lausu og fóru frá, Ásthildur Lóa reyndu kemur aftur, en hún segir þannig já, ég tel að það sé mjög gott að það hafi tekið hann ábyrgð. En þannig fattar hún, heyrðu já, nei, ég má samt ekki sleppa kverkatakinu og það því að þá geta einhver orðið pirraður út í mig. Þannig ég verður að segja, en við verðum svona að sjá hvernig þau vinna úr sínum málum. Og svo kemur Drífa Snædal líka og segir já, við ætlum bara að sjá hvernig þau vinna úr sínum málum og ég hvernig ég var svona eitthvað taka utan fjölskyldunum sín og eitthvað, ég svona, ef að ég hefði gerst uppvís af því að hætta við vændiskaup fyrir 12 árum, ég veit ekki alveg hvernig ég hætti, þú veist, hvað fyrsta skref ég að vinna úr því? Nei, en minna, þú veist, skilur, svo ertu bara með Epstein dæmið þarna bara við hliðina þér, skilur, og bara, skilur, og þá líka bara, sko, þú veist, bara í hlutfalli, skilur, en þetta samt ófyrirgefanlegt, eitthvað svona bara, já, ok, eða þú veist. Og þarf að vera ófyrirgefanlegt, út af því að við megum aldrei segja, þú veist, eins og hún sagði í þessu viðtali, við megum ekki hafa, þú veist, hún segir alltaf, já, þetta mátti ekki á þessi tíma, við verum að reyna að segja, þetta mátti aldrei, og segjum, ok, fair enough, en hvenar verður kverkatakinu sleppt? Og það má ekki svara þessari spurningu. Nei. Ábyrgðin verður að vera tekin, hvað hún þýðir, ég var einmitt að segja, sko, að við ættum að taka upp hýðingar á Arnarhóli. Já. Þannig að fólk getur bara tekið þetta út. Og þá einmitt eins og með veskja, að þú verður að stela veskina mér. Að þá, við höfum einhver ramma þar sem getur tekist á við það. Þú borgar mig tilbaka og þú segir heyrðu, ég skeit og ég segi, já, heyrðu, ekkert mál, hvernig mér reyndu bara, þú passa þetta. Með þessi mál þá ekkert sem að þú getur gert. Nei, og það sko, sem sagt, sko, og svo sko það líka hlið á þessu sko sem pólitísk að þetta er power game líka þetta hluti af pólitísku valdi pólitískum áhrifum leið til þess að losna við pólitíska andstæðinga eða þú veist að þetta bara orðið fastur liður í sko kosningum að það er bara annar hver frambjóðandi sem hættir við frambóð vegna þess að það er búið að grafa upp eitthvað sem hann sagði á yrkinu eða eitthvað skilur nei alveg tala og skilur og bara þetta svona ákveðin hátt stjórnsemi þetta á ákveðin hátt reiði, skilur yfir því að hafa verið beitt misrétti, hafa verið beitt ofbeldi og svo þetta líka sem sagt pólitískt svona pólitísk þórðagleði já, en þetta og í þessu líka og það pirrar mig alltaf, það sem að mér leiðist sko óbóðslega mikið ég ekki langskóla gengin og sem sagt ég tók ekki inn samrænt próf skilur, ég bara fekk eitthvað vottorð bara þegar ég var 16 árum að ég hefði ígildi þess Fekstu það 16 ára? Fekstu ígildi stúdentspróf 16 ára? Já, sjálfræðir þegar ég var sjálfráða 16 ára á sínum tíma Stúdentspróf sem klárast vanlega Nei, ekki stúdentspróf, nei, samræmt sko. Já, samræmt próf Já, ígildi samræmtspróf Þetta var ég að miskila Já, nei, stúdentspróf bara glemdu því Nei, ég var í menntaskólum ég var í FB í 2 vetur, ég held að við klára 11 einingar og allt í valfögum en sko
en eins og til dæmis með svona sko kynferðisbrot eins og vændiskaup sem sagt í lögum leigubíla þá þetta ekki fram ef þú hefur sem sagt hlotið dóm fyrir kynferðisbrot þá færðu ekki sem sagt endurnýjun á leigubílstjóralegi og ég fór að skoða en hvernig þetta með er þetta líka svona í til dæmis lögum lækna? Nei, þá þetta orðið matsatriði og sko læknar mikilvægur, hann miklu mikilvægur heldur en leigubílstjóri af því að sko þú veist ég er með ákveðin svona sjúkdóm sko og það sem sagt læknir sem sagt ég þarf að sem sagt fá þjónustu hjá innkirtlafræðingi og sem sagt og það bara 2 á landinu sko erum við að fara að svifta annan þeirra lækningaleyfinu af því að hann sem sagt var dæmdur fyrir eitthvað að kaupa vændi finnst okkur það? Nei, okkur finnst það ekki og einhver skilur við sem sem sagt með nýrnabilun og einhver segir sem þú getur fengið tíma hjá þessum innkirtlafræðingi sem segir nei, það ætla ég ekki að gera vegna þess að þessi maður ég hef það eftir staðfestum heimildum þessi maður hafi keypt vændi fyrir 18 árum og þannig að ég ætla ekki að tala við hann og ég ætla bara að halda áfram að láta minn nýrnasjúkdóm tek sénsinn á þessu já, ég efast það en það getur vel verið að einhver mundi gera það en þá þetta orðið matsatriði og þarna eru farin að mismuna eins og það sem ég að tala líka bara siðferðislega siðfræðilega sem sagt sko að menn sem að eru standa höllum fæti, standa veikum fæti við tökum þá og hústryggjum þá, kjöldrögum þá og krossvestum þá ef okkur langar til þess en ekki alveg við sko aðra kalla sko þá förum við að tala varlega og þá svona þetta matsatriði og það vist nú ekki sko þetta var nú vist ekki alveg ljóst og eins og þetta hefur verið þetta farið að blasa allt að því þetta allt saman huglagt mat og það finnst mér bara ekki sanngjarnt í svona málum skilurðu þannig að þú veist núna til dæmis Epstein, Bill Gates til dæmis ég hef engan heyrt tala það að hann sé hættur að nota Microsoft Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, en þá velti ég fyrir mér sko ef við hugsaum úrbætur út af því að við erum sammála það að svona stemmingin sérkennileg og þú talar þetta sé pólitískt en ég held samt sko ég held að flestir sem að svona kannski svona hafa látið þessi mál sig varða séu sko sammála að eitthvað að þetta erfitt að festa fingur á það og þú veist ég og þú erum ósammála helling af svona pólitískum málum en eins og þú varst að sko fara yfir áðan og þá þetta pólitík og mér svolítið svona eins og þetta sé að
setja sljófgandi lyf í vassbrúsa hjá liðinu sem þú ert að takast á við. Þetta er rauninni ekki raunveruleg stjórnmála, þú ert ekki að nota rök fyrir þínu máli til þess að takast á við pólitíska andstæðinga. Heldur þetta einmitt svona að hífa þig upp með því að sko traðka aðra niður. Já, þetta er svona, já, menna þetta er sko þessi svona, hvað maður að segja, svona móralski vegvísir sem sagt sko og þú veist, ég var nú bara til dæmis í þætti hjá Stefáni Einari það sem hann dró upp einhverja svona gamla sketsa með tvíhöfða fóstbræðnum eitthvað svona og spurði mig síðan finnst þér þetta sæmandi og þetta er bara svona þannig þetta er sko þetta er pólitískt sko sko þarna verða vega að sko sæmd, það er að segja sko, hvað maður að segja heilindum mannesku, það er að segja að eitthvað sé ekki sæmandi og þetta er svona mikið tekið sko, ég mér finnst bara það er svo margar hlíðar og svona þegar þú ert farin að setja þig í það sæti sem sagt sko að því að þú veist dómstólar fara með völd í landinu eða þú veist, já eða alþingi og dómstólar en þegar að valdið er að meira svona einhvernum leiti eitthvað svona þitt huglæga mat á því hvað sem sagt sko sé rétt og hvað sé rangt og hvað sé iðrun og hvað sé að taka ábyrgð ég held að enginn geti almennilega útskýrt það hvað er að taka ábyrgð þú veist eins og ég spyr fólk getur þetta ekki ábyrgð á einhverju sem er ekki þér að kenna og og fæstir geta svarað því sko. Það sem er náttúrulega miklu verra við þetta samt sko er þegar að það að taka ábyrgð er hvergi skilgreint sko. Einmitt. Það er bara sko það er bara eitthvað. Já, nei, ég meina og ef að, þú veist, ef að ég sem sagt sko ákveð ég hugsa sko sem sagt þessi manneskja hún sem sagt má aftur koma inn í samfélagið ef að mér finnst hún sína iðrun. Svo er það agency problem þannig út af því að ég meina, jú, mér getur fundist það já. En ef að síðustu manneskjunni finnst það ekki að þá getum við ekki samþykkt það. Nei, út af því að huglegt mat einhvers annars er að það eigi ekki að samþykja þetta. Nákvæmlega. Og sko og svo eitt sem að mér finnst líka og ég hef bara aldrei botnað í sko þessi siðferðislegu álitaefni og hugarefni eru svo oft kynferðisleg sem sagt að nei, þetta er sko, ég hef aldrei skilið þú veist, dýlinn sem svo í Bandaríkjunum sko, að þegar nú báði verið í Bandaríkjunum kallar á okkar aldri sem verið að hafa grínalega skoðanir á fóstureyðingum til dæmis, af hverju hvað, og þetta er ekki einu sinni þeir eru ekki einu sinni að gera sér upp þeir hafa í alvörunni, ég var í Texas og bara, ég hitti fólk sem að bara eldheita skoðanir á einhverjum svona hlutum skilurðu, og ég bara einhvern veginn alltaf litið á þetta sem, fyrst og fremst bara einkamál, kvenna og þeirra nánustu, ég einhvern veginn Ég hugsa hvort að ég sé sko á einhverju Asperger rófi eða einhverfu út af því að mér finnst kynlíf annara ekki jafn spennandi og flestum í kringum mig. Nei, en sko ég ræddi við Helgar daginn og þú veist að vorum að tala það sko að þegar koma greinar alltaf ef það hefur eitthvað að gera með kynlíf það er alltaf mest lesið. Já, ég er líka á þessu rófi skilur, ég bara ég hef engan brennandi áhuga á þessu og við Sigurjón í gennum tíðina hefur meira svona gert grín af þessu svona þessi kynlífs pælingum. Heyrðu, þegar ég er að alast þetta upp þá var rosa mikil samfélagsleg svona andstaða við samkynhneigð karlmanna, sérstaklega karlmanna
og þeir meira og minna bara samkynhneigðir karlmenn hröktust meira og minna úr landi óbáslega, og þetta er mjög víða fólk með gríðarlegar skoðanir og samkynhneigð mér er algjörlega sama. Síðan er eitt sem að sko er mikið sem sagt mál núna og hefur verið stór mál í gennum allar tíðina og það er kynhvöt karlmanna og karlmennska sem að kynhvöt karlmanna er mjög stór hluti af og það er aðalega þá hormón eins og testosterón og það eru mjög miklar ranghugmyndir varðandi karlmennsku sérstaklega hjá fólki sem er ekki karlmenn og ég reynda útskýra eða benda fólki á að kynna sér og þetta er til dæmis bara held ég svolítið mikið stóra þetta er svolítið svona bleiki fíllinn í þessu öllu saman sko. Það er, já, ég talaði við Hönnu Björg Viljánsdóttur hérna í gær nákvæmlega svona vendingar varðar það hvernig viðtalið þitt með Guðni S. Bjarnadóttur Gunnar Smára fór út af því að þú bentir á einum punkti á að drengir ættu við ýmis vandamál að stríða og hún hafi glottað hana og þú bendir á hérna, heyrðu, ég reynda að sá að þú varst að glotta þegar ég fór að tala vandamál stráka og þú spurðir, svo sagður bara hérna, hvað finnst þér þetta? Hvað finnst þér það? Og hún fór svolítið að malda í móinn og sagði að þetta hefði verið út af því að þú hefði sett í samhengi við Guðbrand Einarsson og eitthvað þannig einmitt bara en svo ég málaðans víðara samhengi sko að þegar við erum að tala unga drengi og vandamál og kviðdrengja tala að konur verði fyrir ofbeldi svona eitthvað í kringum 30-40% kvenna verða fyrir ofbeldi ég held að 100% drengja verði fyrir ofbeldi ég þekki mjög fáa drengi sem hafa ekki orðið fyrir ofbeldi og þá getum við fara að tala það vissulega aðstöðu munur, konur, karlar og eitthvað þannig. Mér finnst alltaf sko, ég geri greinarmun þar að segja sem sagt ég kalla þetta jafningjaofbeldi eða yfirburðaofbeldi það sem að er ræða sem sagt það sem að einstaklingur beitir annan einstakling ofbeldi með yfirburðum sínum líkamlegum eða stöðu sinni en ég held að samt að skjóta annari breytu inn í sko því að þú ert búin að tala svolítið að hérna málefni drengja séu svolítið bara svona ítt út af sviðinu og ég sagði við Hönnu Björg bara í gær þið eru búin að vera að tala hérna eitraða karlmenn og skaðalega karlmennsku og fleira sem að ég gerði bara ráð fyrir því að einhverju tímapunkti myndu drengi bara segja nei, ég nenni ekki að hlusta á þetta og í ofanálag að þá hefur allt varðar svona tilfinningalega líf drengja til að takast á við þær aðstæður að það er mjög oft á tíðum ekki kannski eins og menn eins og þú sem lætur þessi málið varða heldur konur sem að útskýra karlmennsku ímyndir og fleira fyrir karlmönnum en ég myndi aldrei geta sett mig í þá stöðu að fara að útskýra fyrir konu hvernig það er að vera kona og hvernig svona tilfinningaleg Af hverju er þetta? Af hverju er sem sagt sko af hverju er þetta svona? Af hverju sem sagt sko hérna reynsluheimur karlmanna og þetta að vera strákur sem sagt hvaðan kemur svo hugmynd einhvern veginn að bara kona að því hún sé með eitthvað svona ákveðna menntun geti bara sagt þér sem sagt hvað þú sért að upplifa hvað ég er að upplifa og af hverju það er skaðlegt og eitrað mér finnst þetta skaðlega eitraða fyrir bara vera verst í þessu persónulega ég er svona, það er hægt að kynna sér þetta en ég er sammálaður, þú munt aldrei geta sagt mér hvernig þetta er samt einhvern veginn þegar ég leitast eftir upplýsingum þetta þá er eiginlega einvörðungu kemur það frá konum út af því að þeir eru þeir sem gera en ég hef oft pælt í þessu út af því að ég meina ok, ef við sættum okkur við það en ég myndi aldrei geta sagt hérna já, konur, þið upplifið þetta svona og það er svona sem að er að vera kona þetta er skrítið sko ég veit ekki alveg hvað maður á að finnst það sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is
Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Nei, mín kenning svo og ég svolítið líka bara, ég svolítið taoisti svona yin og yang og að sem sagt lífið sé alltaf endalaus leit að jafnvægi. Það að reyna að finna einhvert jafnvægi og svo fer það í sitt-hvora áttina og allir hlutir eins og í taoismanum, allir hlutir fela í sér sjálfkrafa andstæðu sína. Ef eitthvað til þá eitthvað til sem andstæðan við það og og eins og ljós og myrkur en og mér finnst við hafa gert ákveðin mistök í sem sagt samfélagsbreytingum og það að viðurkenna þessi mistök sem sagt felur ekki í sér sleggjudóm yfir alla jafnréttisbaráttu að segja þú veist sem sagt það að eins og ég skrifaði líka bara grein það, ég horfði á held ég prófessor í menntavísindum við Háskóla Íslands vera að tala stráka í sjónvarpinu og hún var bara basically að segja að þeir væru heimskir. Þetta var bara, og henni fannst það bara í góðu lagi. Hún var að segja þeir geta kveðið að en þeir skilja ekki flókin texta og ég var bara þú veist, og hún var ekki að tala ertu að tala krakka sem eru strákar sem eru lesblindir, er það sem þú tala nei, hún að tala bara svona helming af öllum strákum og bara, og ég hugsaði bara ok, býtu, og þetta bara svona sló mig bara vegna þess að ég var einn af þessum strákum og ég, mamma mín fór á kennarafund, hvenær hefur það verið? Ég fætti 77, 78, 79 fór hann á kennarafund með kennararnum mínum umsjónakennararnum mínum sem sagt út af því að ég gat ekki sem sagt ég átti svo miklum erfiðleikum með að læra, ég gat ekki skrifað og ég vildi ekki skrifa en ég kunni ekki stafina ég fór ekki að geta að skrifa fyrir ég sá kynntist lyklaborði og mamma var að spyrja er ekki að fá einhvern stöðning fyrir hann aukatíma eða eitthvað svona og kennarinn minn Svanhildur hún sagði mömmu það kannski bara komin tími til þess að þú gerir þér eða sættir þið við það þetta, þú veist, það þetta styðja hann á alla mögulega vegu en raunverulega vandamálið að hann bara tregur og þetta sagði við mömmu og bara einmitt og það ekki rétt ég ekki tregur og ef eitthvað þá það bara þveröfugt og en sem sagt ef þú ætlar að sem sagt fara að afgreiða þetta vandamál sem einhvers konar líffræðilegt vandamál stráka þá erum við bara komin á mjög hættulega braut og við erum að ég sagði þetta einu sinni ég sagði, þú veist við erum að búa til stráka sem hata samfélagið sem þeir lifa í og við erum að gera þetta og þessi strákar sem sagt þegar að þeir hafa líkamlega burði þá munu þeir hefna sín
vegna þess að við erum að koma illa fram með á og við munum við taka á aftur og við munum aftur refsa þeim og og ef að það er rétt að annar hver strákur á Íslandi sé að eftir 10 ára nám geti ekki lesið þetta er ekki það er ekki hægt að segja að þetta sé ekki það er ekki hægt að segja að þetta sé ekki neyðarástand vegna þetta er neyðarástand og og síðan líka bara svona strákar eins og ég hef kynst þeim og ég verði mjög miklum samskiptum við stráka, með unga kallmenn allt mitt líf vegna þess að ég er svona fyrirmynd og ég er Jón Gnarr og fóstbræður og vaktirnar og tvíhöfði og gegnum strákana mína, ég á 3 stráka yngsti er 20 þetta eru topp menn þetta eru topp þessir strákar sem að ég er að hitta í dag finnst mér vitsmunalega og þroskalega 16 ára strákar sem ég hitti í dag er á svona svipumst á 20 strákar voru þegar ég var á þeirra aldri þeir eru bara miklu upplýstari og meiri tilfinninga þroska og svona en það er alltaf verið eins og þetta sé ekki rétt og og þetta er bara og bara einhvern veginn að þetta sé þannig að ég megi ekki einhvern veginn bara tala þetta án þess að það sé og það maður að var sagt pistilinn minn svona talværi hættulegt þetta er svo hættulegt sem sagt hættulegt hvað er hættulegt? Hvað með öll börnin sem var bara svona duttu út á borðinu þegar ráðherra segir af sér það er ekkert hættulegt það er samt raunverulegt það er það sem er raunverulegt það er raunverulegur sársauki það er já það bara og þetta bara skil ég ekki ég bara og bara líka Bakkakot er bara birtingamynd af þessu að af hverju vissi ekki að þessu skilur og að því að skilur þetta hefur verið sett í B-flokk þetta er ekki aðalmál þetta er B-mál og ég sætti mig ekki við það og vegna þess að líka bara skaðinn af þessu á eftir að verða svakalegur og mér finnst til dæmis bara eitthvað sem við getum hugleitt eins og þættirnir Adolescence til dæmis og það sem að ég er að benda fólki til dæmis núna og sem er bara mjög athyglisvert og eru þessir norsku þættir sem að ennþá var hægt að sjá á RÚV sem er ölhundin Berit ertu búin að sjá það? Nei, ég á eftir að sjá það en ég er búin að heyra mikið það og ég er búin að horfa á þætti þetta tekur þetta sem við erum að tala og alveg snýrði einhvern veginn öllu í hringi og maður einhvern veginn bara og þetta með þetta ef að menn brjóta af sér hvað á refsingin er að vera löng og mér finnst þetta eins og ég nefnum dæmi með Guðbrand mér finnst bara að vera mannvonska mér finnst þetta bara mannvonska og ef þú sér eitthvað göfugt við þetta skilur þá er eitthvað að þér skilur þetta er bara, mér finnst þetta bara mannvonska mér finnst þetta bara ljótt og en á meðan skilur og meðan þú veist þetta er skilur þá er
við erum að reyna að halda góðu veðri við alls konar valdamikla menn. Þú veist, við erum að gefa mönnum sem að hafa framið alvarlegri brot en þetta. Við erum að gefa þeim aftur réttindin sín. Já, mér fannst líka besti punktur í þinn og ég fór reyndar yfir það, ég var með hérna svona einræðu þátt líka í gær. Þar sagðir þú á einu tíma... Þannig að þetta hefur haft heilmikil áhrif. Á mig? Já, bara þessi þáttur. Hann lét mig allavega að hugsa. Ok. Ég hérna, en það var það, já, ég tek helling úr því, sko. Mér varst líka alveg áhugavert, sko, þegar þú bendir á að, sko, eða sko, leikja módelið sem við erum að skapa í þessu, er í rauninni að passa það bara upp á að vera nægilega frekur, segðu fuck you við alla sem að gagnrýna þig, ekki sjá eftir neinu, sjáðu til þess aldrei viðurkenna neitt, settu hausinn niður, keyrðu í gegnum skaflinn og þá verður allt í lagi. Hins vegar ef þú ert tilbúinn og segja, heyrðu, ég skeit, þá hoppum við á þig. Já. Strax svo við finnum blóðbragð, þá ertu dauður. Veikleiki, sem sagt nice guys, sem sagt, og bara þetta hugtak, skilur, vera nice guy, sko, og mér finnst sko komið og nice guy, skilur, ég bara er búin að vera í hjónabandi núna, við erum búin að vera gift, við erum búin að, 25 ár. Já, einmitt, við erum búin að vera gift í 25 ár og sko, og við höfum tekist á alls konar og við erum bara búin að, þú veist, fara í gegnum alls konar helvíti, skilur. En, þú veist, við höfum komið niður á fótunum, sko. Sterkari fyrir vikið, það er stengunum tilfellum allavega. Já, og sko, og ég hef sem sagt, sko, stundum hugsað, sko, þú veist, að ég þarf líka stundum sko, að standa á mínu og hún þarf stundum líka að standa á sínu gagnvart mér og við höfum bara komið upp ákveðnum lausnum. Þú veist, ég skipti mér ekki af því hvernig hún raðar í uppþvottavél, en á móti skiptir hún sér heldur ekki af því hvernig ég raða. Það er samt alveg erfiðara fyrir hana, sko, vegna þess að henni finnst ég raða svo óbúslega. En langar svo að segja, ætlar að setja þetta hérna, eða eitthvað, vil ekki skóla þetta og hérna... Ég fæ alltaf af hverju settur þetta svona í, eins og maður sé með svari við því, ég veit ekki af hverju ég gerði það, ég bara setti þetta í. Já. Nei, en sko, hérna, við þurfum að sko, átt okkur á því að það er komið, eins og þú ert að segja, mikið í, og við sjáum það svolítið bara í svona í könnunum og líka bara í svona pólitískum hreyfingum að það er komið svona no more Mr. Nice Guy tónn í marga. Það er bara sem sagt og vegna þess að það eru líka bara skilurðu það eru líka einhvern veginn svolítið skilaboðin vegna þess að sko við hérna bara tiplum í kringum frekakallinn en góði kallinn fuck him, við bara við getum minnst að kosti skil að við getum ekki þorum ekki í frekakallinn. Þannig við tökum góða kallinn og flegjum honum í staðinn. Já, þetta er aðgengismál sko, því að þegar hérna, bókin Þriðja vaktin kom út að þá var það sem sagt kynnt sem svona nánast akademískt námsgagn þar sem að farið inn á Facebook og fengið og aflað hérna, sögursagna frá mjög pirruðum konum út í makann sinn. Já. Og svo var okkur tjáð að þetta væri sagt svona bara upplifun kvenna í sambandi almennt sem er náttúrulega ekki rétt út af því að ef þú ferð og safnar
upplýsingum hérna tilfinningarlíf pirruðustu kvennana að þá getur ekki yfirfært þær upplýsingar yfir á þýðið. Aftur á móti getur náttúrulega sýnt fram á það að það konur þannig úti sem eru að upplifa svona mál, en þú getur aftur á móti ekki sagt að þetta hið hefðbundna snið nútíma hérna sambanda. Sko, niðurlagið alltaf að miðaldra hvítir karlar eða ungir drengir séu einmitt vitlausir, og ef þú kemst að því niðurlagi þá, sko, ég ætla jafnvel að leyfa mér að segja, hafandi kynnt mér aðeins kynjafræðin og fleira, að þá það ekki bara leyfilegt heldur sko æskilegt í sumum tilfellum. Að þú komist að þeirri niðurstöðu að hérna skaðlegu drengirnir þurfa okkar aðkomu út af því að þeir eru svo skaðlegir sjálfum sér og hafa í rauninni skaðað heiminn svo mikið. Og nú komið að okkur að stíga hérna inn í. Það náttúrulega algjörlega ósjálfbært, en punkturinn minn sá, út af því ég var svolítið að segja þetta áðan líka, að eins og þú varst að segja að sko, það svona low hanging fruit leikjafræði í þessu líka. Út af því að þú verður að ná í veikburðamennina, út af því þú veist að, skilur, ef að þú ert með hérna næskaurinn, þá getur þú alltaf traðkað á honum, sko, út af því að hann mun alltaf bregðast við því. Hann mun viðurkenna og hann mun reyna að biðjast afsökunar sér segist alltaf bæta ráð sitt ég bara bæta ráð mitt, sýndu það í verki, ég skal bara gera allt og bara, skilur en síðan bara sá sem veldur, skilur, mest skaða sem sagt, hann bara fuck you, skilur, þá bara, og hvað átt að gera, skilur, það bara og þá ferðu bara aftur í hinn og atast í honum færðu viðbröð allavega. En sko hérna og síðan þetta líka bara sko líka með sko þá ég að tala sem sagt karla og konur en ég hérna, ég hef ekki hugmynd hvað mörg kyn og ég ekkert að skilgreina það en sko hérna til dæmis halda því fram að það sé ekki líffræðilegu munur og körlum og konum heldur miklu meiri einstaklingsmunur, það ekki rétt. Það ef þú tekur einstaklinga þá erfitt að kannski alhæfa með munin ef þú tekur hóp 100 konur versus 100 menn, þá bara mjög augljós mælanlegur munur á atferli, hegðun, menningu og hérna og bara taugafræði, bara hérna sko og það bara eitthvað sem við verðum að fara að viðurkenna og við eigum þurfum við að viðurkenna, þetta líka sem fer í pínu töðunar á mér, sko, þegar fólk okay. Viðurkenna það fyrir hverjum til að friðþægja hvern Þetta ósammála því, ég líka tel pínu út af því að ég kannski þessi sem að ég mun ekki leyfa neinum að einhvern veginn traðka mig niður út af, maður hefur örugglega gert eitthvað sem að myndi líta, mér drullu sama ég að reyna að gera betur alla daga og reyna að bæta mig en ég ekki, en svo því að strax erum komin í hérna heyrðu, við þurfum einhvern veginn að passa upp á perceptionið á því hvernig við svona, ég bara það bara munur Ok, en til dæmis þetta bara, ég bara að meina þetta að átta okkur á því að þetta vísindaleg staðreynd þetta mælanleg, vísindaleg staðreind, alveg eins og til dæmis þegar fólk að tala lestur hérna, það svo mikilvægt að lesa bara af hverju mikilvægt að lesa vegna þess að bókin bla 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 og einhvað svona, skilur og síðan sko eru hljóðbækur og vegna þess að ég hérna les mikið hljóðbækur hérna ég les mikið hljóðbækur sama hér, en það mjög gott form hérna, en það ekki sama á að lesa og margir skamma sín sko, maður spyr hérna, hefurðu lesið hérna þessa bók eitthvað, sko ég hef ekki ég hlustað á hana sem hljóðbók sko, hérna, það alveg sama á að lesa ég veit það en skilur, það það sama það skiptir heilan ekki nokkru einasta máli
hvort þú tekur upplýsingar inn eyrun eða augun, það skiptir hann engu máli og þetta hefur verið mælt og sýnt fram á að það sem gerist þrjú lestbók og þrjú hlustrabók nákvæmlega það sama. Eini munurinn þín ímyndun það og þetta finnst mér vera eitthvað sem við þurfum til dæmis bara myndi bara gera okkur mjög gott ef við myndum átt okkur á Já, bara svona gera okkur Ég sko í miklu sambandi við lesblindrafélagið og í tengslum við meðal annars formanninn og framkvæmdastjórann og ég einmitt sko því að ég hef svolítið áhuga á því einmitt að sko við hámörkum getu okkar til þess að koma til móts við þessa drengi sem að geta ekki lesið sér til gagns og ég held að sko einmitt að í samfloti við það að við séum að segja við á hvað séu ómögulegir, í ónalega hvað séu skaðlegir og hvað eiga að bera ábyrgð á því sem að kynbræður að gerðu hérna forðum. Nákvæmlega. Þá tel ég bara það ekki vera fýsilega nálgun né farveg til þess að betrumbæta þeirra. Og ég tel reyndar að sko eins og með lesblind og annan að ef við myndum eins og þú varst að segja sko með það að skaða samfélagið, ég held að við séum með ákveðna uppskrift að því og ég náttúrulega ég hef verið að vinna með mikið af eiturlyfjamönnum í hérna boxinu og sem hafa komið og bætt ráð sitt og ég alltaf að hugsa sko út af því það endar alltaf á því að svona menn sem hafa verið ofbeldis og eiturlyfjamálum þeir segja að bara djöfull var þetta heimskulegu tími, djöfull sé ég eftir þessu og djöfull var þetta og ég alltaf hvernig flýtu við því ferli og ég held að það sé alveg hægt í gegnum meðal annars lestur, til dæmis bóka og annað en líka bara með því að vera einhvern veginn ekki ömuleg við stráka Já, nei, minna bara einmitt, sko bara sýna bara strákum þá virðingu sem þeir eiga skilið þeir bara eiga ekki þetta virðingaleysi og drullu skilið og við þurfum bara að standa upp að raskatinu og fara að gera eitthvað fyrir þá og mæta þeim heldur en einhvern veginn rangkorfi í okkur augunum og stráka þér hann kann nú ekki bara þegiðu, stattu upp og fara og gerði eitthvað og bara þetta ekki þeim að kenna og hvað var þetta gamla, það ekki til neitt sem að heitir vondur nemandar, bara til vondir kennarar, þetta er bara gamalt íslenskt spakmæli og þetta er rétt og það er ekkert bara að þeim, það er það ekki þeir eru bara frábærir og eins og ég segi, þeir eru miklu betri heldur en strákar þegar ég var strákur og þeir verða örugglega vonandi miklu betri eða hæfari heldur en við erum eða ég er Við sjáum til hvernig það fer allavega Jón Gnarr Takk æðislega fyrir að koma. Já, bara takk fyrir spjallið. Þetta var hörku viðtal held ég. Já, þetta var bara nokkuð gott sko. Er það ekki? Jú. Ánægður með þetta? Ég er bara mjög ánægður. Já, ég sko og líka bara svona sáttur við sko sáttur við mitt líf og urðu svona hvörf í eða svona lífi okkar hjónana er að kona mér fekk krabbamenn og fór í gennum bara gríðarlega erfiða krabbamenns meðferð og sko og líka kannski að því að ég er komin á hann aldur og, eða þú veist hvað sem það er já, á þessum stað í lífinu og svona bara fékk mig bara til þess að endur hugsa marga hluti og líka bara þetta skilurðu sem að svo margir taka þetta spil sem margir taka að þú veist bara að vera alveg drull skilur bara skipt langbest sé bara að vera ekkert að skipta sér og verð ekkert og ef maður allar að skipta sér af að gera það þannig að það er betra fyrir viðkomandi nei, ég menna sko
nei og bara þú veist eins og bara með eitthvað sem þér finnst þjóðfélagsmál eða pólitík og eitthvað svona, þú veist eins og þegar ég ákvað að fara á þing, þú veist þá voru margir sem sögðu, þú veist nennir þessi alvörunni, bara öllum þessum leðendum og hérna bara tímaspursmál hvenær eitthvað fólk verður eitthvað öskur eitt úti eitthvað og þú verður sakaður eitthvað og hérna og allir sér frekja og svona og ég bara, ég hérna er alveg ég er alveg til í það já og ég er þú veist, ég er svona hvað segir maður, svona bara er alveg slakur gagvart þessu, ég er bara svona gagvart lífinu og gagvart dauðanum og það er ákveðin svona eye-opener já Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, ég hef hort upp á krabbameinsmeðferð nákominn sko. Já. Það er fátt sem að kennir manni jafn mikið sko. Það er eiginlega ruglað sko. Það er bara, og líka þetta skilurðu að þú ert ekki veikur skilurðu en þú ert samt þarna þú veist hérna sko og vera einmitt sko nákomin aðstandandi, þetta er bara og líka bara, þú veist þetta hvað hérna hvaða fólk skiptir máli, hvaða fólk skiptir mig máli bara, er það eitthvað sem að einhverjum finnst mig einhver sem að ég veit ekki skilur sem að bara kannski veit voða lítið mig eða skilur, eða er það skilur, hvað breytir það einhverju skilur, hérna sko breytir það einhverju minn raunveruleika og ég held ekki þannig að bara ég er bara þakklátur fyrir mína stöðu, ég er þakklátur fyrir að fá að vera þarna á Alþingi fólk voru eftir að spyrja mér, er þetta ekki leiðilegt og bara nei skilur, ég vann í Plastós ég vann í Hampiðinni, það var leiðilegt hérna og ég var á vöktum að skipta kefli skilur bara, það var leiðilegt, bara alltaf sami hlutun þetta er bara fjölbreytt þetta er elsta stofnun landsins og það er mjög áhugavert fólk þarna og ég er ekkert sammálaði með öllum en mér finnst allir þarna bara mjög áhugaverðir já, ánægileg samskipti við allt fólk og ég er búin að vera að lesa mjög mikið Íslandssögu og ég er að lesa núna sko bókum hvítabirni á Íslandi frá landnámi heimildir hvítabirni og bara hérna það var ekki búandi hérna sko þangað til bara 1930 skilur það var alltaf hafís eitt ári komið líklega eitthvað 50 hvítabirnir til Íslands ég meina þetta var bara og hafís bara alla leiðina til Grænlands bara endalaust ömurleiki og fólk náttúrulega ekki með frábær tól og tæki til þess að takast á við þær aðstæður nei, fólk var með rekur og jafnvel bara þú veist, bara með nefana sko, var menn alveg tala, það eru heimildir það að einhver íspjörn það er bara allt innu byrt og einhverju kallar sem hlupi bara til og reynda að berja
og gerðu það jafnvel. Björn Jón Bragason var að tala þessar heimildir einmitt sko. Hann sagði bara, þú veist, fólk var með á og sko, jafnvel í einhvers konar taumi einhvers staðar og var einmitt að ég veit ekki hvernig þeir hagnýttu sér þær aðstæður en þetta var alveg, þú veist, það var bara verið að takast á við ísbirni svona fáránlegum aðstæðum. Algjörlega, ég meina sko svo erum við með Wi-Fi örfáum árum síðar. Nei, ég meina, þú veist, við hefum það alveg ógeðslega gott bara og sko og við erum mjög heppin sko bara, þú veist við getum farið líka auðveldlega í gott veður og okkur langar í það og svo veðrið hérna alveg skaplegt og ég bara, var það ekki spurningin ég er bara sáttur, var það ekki Jú, það var spurningin við endum á ísbirnum ég bara, Förðaflug, þetta listamaðurinn í þér Jón Gunnar, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk fyrir